Já, komið þið sæl aftur. Þar sem að við stoppuðum síðast að þá var ég búinn að teikna inn þessa punkta hérna 1,1 og 5,5 og nú ætla ég að sýna ykkur fítus, við ætlum að færa okkur nefnilega yfir í tools og það er í rauninni umfjöllunin í þessu myndbandi. Hér í tools eru alls konar fítusar sem að við þurfum ekki að þekkja alla, en ef ég skrolla hérna niður að þar er einn fítus sem við notum sem heitir line. Ef ég smelli á hann, þá fer ég síðan inn í myndina, vel punkt A og síðan punkt B og þá sjáið þið að hún teiknar línuna fyrir mig, sem að fer í gegnum þessa punkta. Núna get ég reynt að lesa út í rauninni hvaða fall þetta er. Hún sker punktin hérna í 0, þannig að það er engin fasta liður. En ef ég fer 1 til hægri þá fer ég 1 upp, þannig að hallatalan er 1. Og ef ég fer hérna aftur yfir í reiknivélina, þá sé ég að fallið er y jafnt og x. Þetta er eitthvað sem að þið komið til með að nota og nota bæði í prófinu og í lotunni sjálfri. En það er fleira í tools sem mig langar að sýna ykkur. Ég ætla að hreinsa blaðið hérna hjá mér aftur. Og það er eitt af því sem ég gerið, það er að nota þennan slider eða rennistiku eins og það er kallað í bókinni. Til að nota hana þá bara smelli ég á hana hér og fer síðan inn í myndina og smelli bara hvar sem er. Þá kemur upp þessi valmynd hérna og lægsta gildi verður -5 og hæsta gildi 5. Hér vil ég alltaf skrifa 1 af því að þá er ég að segja forritinu að ég tek bara gildi sem eru heilar tölur. Heilu tölurnar, ekki all brotin á milli. Þá sjáum við að sleðin er hérna tilbúin og ég get rennt honum hérna fram og tilbaka. Það sem ég síðan geri er að fara yfir í reiknivélina og ég get skrifað fall sem heitir til dæmis bara 2x plus og þá a sem að segir okkur að rennistikan á að segja til hvað a-ið er. Það er að segja hver fastaliðurinn er. Við sjáum að núna er rennistikan stilt á 1, þar af leiðandi er fastinn 1. Og síðan get ég aftur á móti með því að færa þetta til, þá get ég hækkað fastaliðin, hækkað línuna í kerfinu. Þessa rennistiku get ég líka náttúrulega eyða þessari línu hér og setja aðra í staðinn og ég ætla að vera með hallatöluna breytilega, x plus 1. Þannig að þá er það hallatalan sem ég breyti með rennistikunni. Og núna er hún 5, svo get ég látið hann að fara niður og þangað til hún verður 0 og svo fer hún aftur í neikvæðan halla og svona get ég leikið með þetta í allan dag, þess vegna. Þetta eru í rauninni þeir fítusar í tools sem að þið notið í þessari lotu, þannig að ég ætla ekkert að hafa þetta flóknara en þetta. Takk fyrir að horfa. Næst ætlum við að fara í töflufítusinn.